Já, góðan daginn og takk kærlega fyrir Berglind. Ég sem sagt Davíð Þórsson og er þá starfandi bráðlæknir á bráðamóttökunni og svona eiginlega dregist út í það meira að vera að sinna sjúklingum í gegnum tölvur en í gegnum hlustunarpípuna. Og sem nú eiginlega samt það sem ég ætla að tala um að þetta svolítið vandamál orðið hvað tölvurnar orðnar stór hluti af okkar vinnu og við viljum helst minnka þetta. En þá snýst kannski meira það hvernig það að tækni ekki sama og tækni. Og það góða tækni sem við viljum fá inn í okkar starfsdag en ekki hinn tæknin. En árið 2021 og það allt í kringum okkur tölvutæknin að bylta lifnaðarháttum. Við pöntum pítsu eða flugferð og snjallsímum sem voru varla þekktir fyrir 15 árum síðan. Og það nánast undantekning og þurfum að fara í bankann í dag þar sem við getum tekið lán, keypt húsnæði rafrænt án þess að svo mikið sem að lyfta penna. En með tæki eins og Alexa þá getum við kallað á rafræna draug í stofunni sem að slekkur ljósin í húsinu og versla bók í Kindleinn, allt gert úr sófanum og þá gervigreindin að komast á flug og líklegt að börnin okkar mun ekki taka bílpróf þar sem að bílaframtíðin að vera sjálfkeyrandi. En heilbrigðistækni hefur einnig tekið stór skref. Það öflugir róbótar að bylta skurðtækninni og PET-skannar hafa margfaldan nákvæmni við inngreiningu. Líftæknilyf hafa gjörbreytt batahórum sjúkdóma sem að hingað til hefur lítið hægt að gera annað en að fylgjast með lífi sjúklings verða að engu. Því miður hefur þó mest notað tól lækna orðið út undan í þessari þróun, sjálft sjúkraskráningarkerfið. Kannanir bæði hérlendis og erlendis sýna að alltaf 60-70% af vinnutíma lækna fer í skráningu eða tölvuvinnu hvers konar og flesti læknar halda áfram tölvuvinnu eftir að heim komið til að fara við vinnulista eða klára nótur dagsins. Læknar telja rafræna sjúkraskrá vera einn helsta orsaka þátt streitu og kulnunar í starfi. Könnun frá Háskólanum í Reykjavík árið 2020 sýndi að 80% lækna telja sig eyða meira en 40% af vinnudeginum í sjúkraskráningu. Ég gerði hér árið smá eigin vasareikni útgáfu af því hvernig við skráum og komst að því með því að telja saman lengd nótna innan Landspítalans yfir árið og meðal skrifhraða lækna að það mætti áætla að 15-30 stöðugildi lækna væru föst í skráningavinnu eingöngu. Og þarna strikuðu eiginlega út heilan árgang af okkar kandidötum sem eru útskrifast því að þau eru að vinna við tölvur, ekki sjúklinga. Í könnun Læknafélags Íslands frá 2019 kemur fram að stór hluti lækna telur sig að mörkum kulnunar vegna álags í vinnu, undirmönnunar og skorts á starfsaðstöðu. Það því eðlilegt að spyrja í framhaldinu hvernig hægt að tala álag og undirmönnun án þess að minnast á fílinn í stofunni eða tólið sem tekur upp stærsta tíma lækna. Helmingur lækna vinnur við að sjá tölvur en ekki sjúklinga. Og þess má geta að rannsóknir hafa sýnt að staðan ekkert síður slæmi meðal hjúkrunarfræðinga og almennt talið að 35% tíma þeirra fari í skráningu. Já, þetta ekki upplíkandi staðreyndir en það til von. Við skulum halda áfram að skoða stöðu sjúkraskrárkerfa á Íslandi árið 2021. Saga ennþá útbreiddasta sjúkraskrárkerfi á Íslandi og byggir á tæplega 30 ára gamalli hugmynd rafvæðingu eyðublaða sem læknar notuðu á dögum pappirs og penna. Það lítið sem engin samkeppni á sjúkraskrármarkaði á Íslandi. Saga var innleidd árið 1993 en þá var Forrest Gump í bíó og til gamans má geta að tæknin sem Google var þá ekki til. Reyndar stofnað 5 árum síðar og hefur síðan orðið einu stærsta tæknifyrirtæki heims. Þrátt fyrir marga milljarða þróunarkostnað hefur Saga ekki leitt af sér einar stórkostlegar byltingar fyrir lækna síðastliðin ár og vinnulega miklu leyti eins og þegar það kom fyrst á markað. Heilsuvera helsta nýjungin frá rafrænni miðstöð sjúkraskráningar sem embætti landlæknis rekur og hefur bætt við ákveðnum þægindum fyrir sjúklinga sem að nú hafa aðgang að upplýsingum svo sem lyfseðlum og bólusetningarstöðu, tímabókunum og jafnvel nótum. Ekki hafa þó allir við lækna verið sáttir við þá aukna vinnu sem fylgt heilsuveru en hefur ekki verið kannað formlega, en ágætis búbót fyrir sjúklingana, svo sannarlega.
Landspítali hefur síðan lagt kapp á þróun eigin vafralausnar heilsugátt sem fór í loftið árið 2011 og hefur þróast hratt síðastliðin ár og innleitt ýmsar nýjungar sem einfalda venjulega lækna. Árangurskannanir hafa sýnt mikla ánægju með heilsugátt og hefur átt stóran þátt í því að Landspítali hefur fallið frá stefnu sinni að kaupa erlent sjúkraskrárkerfi þar sem hið bandaríska risakerfi Epic var lengi vel í kortunum. Slík fjárfesting hefði líklegast kostað 20 til 30 milljarða íslenskra króna þegar allt var klárt, en það slagar langleiðan upp í kostnaðinn á nýjum spítala. Afar líklegt að meiri háttar kúltúrbreyting eins og Epic fylgir hefði íþyngt verulega starfseminni og varð einmitt raunin í Danmörku, en þar gengur læknar út af óánægju og sjúklingar eru fyrir skaða þegar gömlum og vel fungerandi ferlum og vinnulagi var skipt út fyrir bandarískar aðferðir úr heilbrigðiskerfi sem rekið með allt öðrum hætti en hið evrópska. Sagt var í Danmörku að þar væri verið að þvinga ferhyrningi gegnum hringlaga gat. Fyrir 2 mánuðum síðan óskaði læknaráð SAK á Akureyri einróma eftir því að fá heilsugátt í stað Sögu á sjúkrahúsið, en þyngstu rökin þar voru að unglækna veiru sig að vinna þar eftir að hafa notað heilsugátt á Landspítala. Ef þetta gengur eftir líklegt að fleiri sjúkrastofnanir fylgi í kjölfarið og heilsugátt verði þá notað á sjúkrahúsum landsins. Því miður hefur heilsugæslan ekki viljað notfæra sér kosti heilsugáttar og ber fyrir sig að saga sér þeirra kerfi og að þeir vinni í söguglökunum eingöngu. En þar hafa ekki nýst möguleikar, það því miður ekki nýst möguleikar á eflingu samvinnu og samfelldni í þjónustu fyrir sjúklinga og stefnir í að hér verði í framtíðinni 2 aðskilin kerfi og öll samvinna milli heilsugæslu sjúkrahúsa flóknari sem á endanum þýðir meiri aukavinnu fyrir lækna. Það miður svo fer. Við erum lítið land, við erum á við litla borg í útlandinu og við erum með stutta boðleiðir og sterka innviði og góða menntun. Heilbrigðisgangurinn landsins eru hér samtengdir með hraðvirkri ljósleiðara tengingu. Með allar okkar heilbrigðisstofnanir undir sama hatti má segja að hér sé í rauninni einn heilbrigðisgrunnur yfir allt landið. Erlendis eru einangraðar upplýsingar eyjur, það samtengingu skortir á milli heilbrigðisgrunna og sjúkraskráin því óaðgengileg á milli stofnana. Læknar þurfa þá að vinna með PDF-skjöl eða jafnvel faxtæki til að geta veitt sjúklingu þjónustu. Hér á Íslandi því draumastaða og öfundsverð sóknarfæri til að nýta tæknina, en eins og áður segir að miklu leyti ónýtt vegna aðskilna kerfa og ólíkra skoðana og því miður ekki útlit fyrir að breytist á næstu árum. Erlendis hefur COVID ýtt fast við þróun heilsutækni og nægir að horfa til markaðarins þar sem að fyrirtæki í þessum geira hafa hækkað margfalt á bara nokkrum mánuðum. Á nánast einni nóttu var til bráðþörf á fjarlækningum og á Íslandi ári eftir að COVID hófst þá geta nú margir læknar átt samtal við sjúklinga gegnum tölvu sem var ekki hægt áður. Hérlendis eru fyrirtæki eins og Cara Connect og Memaxi að byggjast upp og í kringum fjarlækningaþjónustu en ríkislausnar Heilsugátt og Saga líklega til að stýra þróun málaflokksins. Fjarlækningar eru angi af víðtækari þróun sem við munum sjá á næstu árum. Það eigin þáttaka sjúklinga í meðferðarferlinu. Sjúklingar gerir meiri kröfur í dag að vera upplýstir sína sjúkdóma og hafa sýnt sig bæta meðferðarheldni til dæmis þegar þeir taka lyfin réttar og hafa jákvæð áhrif á sjúkdómsgang með breyttum lífsstíl. Íslenska fyrirtækið Sidekick Health byggir á einmitt þessari nálgun. Afar líklegt að þróun næstu ára muni stýra því að mun meira meðferðarsambandi læknis og sjúklings mun eiga sér stað á milli viðtala frekar en í viðtalinu sjálfu. Tíminn á milli viðtala hefur hingað til verið eins og myrka hlið tunglsins. Þetta hið ókannaða svæði. Með tölvutækni, snjalltækjum og internetinu hægt að nýta þennan dauða tíma. Sjúklingar muni geta skráð framvindu eða fyllt í spurningalista, beint í sjúkraskrá heima frá og læknir fyllt eftir í rafrænu sambandi við sjúkling. Ríkulegri samskipti og tíðari eftirfylgd munu tvímælalaust hafa jákvæð áhrif á þróun sjúkdóms og meðferðarhorfur. Með fjarlækningum og eigin þátttöku sjúklings mun aðgengi landsbyggðarsjúklinga að sérgreinalæknum aukast til mikilla bóta fyrir þá sem erfitt með að sækja sér þjónustu í þéttbýli. Gervigreind mun hér spila stórt hlutverk
en með henni hægt að vakta ógrynni af upplýsingum og lesa út mynstur sem takmarkaður mannshugurinn veldur ekki. IBM Watson vakti athygli árið þegar þeir mötuðu ofurtölvu sína með sjúkraskárgögnum og gátu greint sjaldgæfan sjúkdóm á 11 sekúndum sem stórt teymi lækna hafði áður reynt við og tekið marga mánuði að komast að niðurstöðu. Hér eru risastór tækifæri til að efla þjónustu við sjúklinga og stunda betri læknisfræði, en ekki síður að innleiða sjálfvirkni til að létta á störfum læknis sem í dag eyðir stórum hluta tíma sínum í skráningu við tölvuskjá. Og þar erum við komin að hinni hliðinni á peningnum. Það eru meiri háttar tækifæri framundan með innlimun tölvutækni í starfi lækna, en gleymum því ekki að mikill hluti lækna í dag á mörkum þess að brenna út af völdum streitu og álags og skráningavinna þar fíllinn í stofunni. Innleiðing rafrænnar sjúkraskár í stað pappírs var bylting á sínum tíma, en læknar hafa lítið notið góðsæfni og kalla margir eftir því að fá aftur blað og penna eins og í gamla daga. 43% lækna, samkvæmt einni rannsókn, telja sig ekki hafa náð fyrir afkastagetu eftir að rafræn sjúkraskrá var tekin upp. Með blað og penna var hægt að vinna við hlið sjúklings eða bedside, en í dag neyðir skráningarþörfin lækna til að hraðspóla þessum tíma til þess að geta hlaupið fram í næstu tölvu og skráð viðtalið. Læknirinn í Bandaríkjunum var mældur á 10 klukkustunda vakt og taldist gera 4.000 músaklikk á vaktinni og eyddi meiri tíma í tölvinu en að vera inni hjá sjúklingnum. Sjúklingar á bráðamóttöku bíða gjarnan klukkustundu saman eftir að hitta lækni. Ég hef verið spurður af hverju ég sé að leika mér á Facebook og skiljanlega það sem læknar standa við tölvuskjá mest alla vaktina sína til að sinna skráningavinnunni. Þetta eru upplifun sjúklingarna sem að sjá okkur standa þannig að vinna í tölvuskjá. En mér finnst það líka fátt erfiðara en það þegar hjúkrunarfræðingurinn á vaktinni segir: Davíð, getur ekki bara aðeins kíkt hann á rautt auga fram að biðstofu? Hann búinn að bíða svo lengi, það tekur bara enga stund. Jú, vissulega vandamáli einfalt og alveg sjálfsagt að leysa sjúklingin undan þjáningu biðarinnar. En það tekur mig margfalt meiri tíma að gera tilhæfandi nótu, lyfseðil og kannski vottorð en að sjá sjúklingin. Og þar að verkum skráningarkvíði sem hefur ekki enn fengið greiningarkóða en kemur eflaust í ICD-11-kerfinu. Þegar biðstofan full og skráningavinnan stærsti flöskuhólsinn, þá hlýtur eitthvað að gera eftir. Læknir reynir eftir bestu getu að vinna úr ómögulegum aðstæðum og úrverðu óvöndu nóta sem byggð á innihaldslausum flýtitextum og copy-paste-köflum úr eldri nótum. Þegar það kostar músaklikk og tafir og opna kóðunagluggan eðlilegt að læknir velji sér stystu leið og kóði generist frekar en spesifíst eftir vandamálinu. Kóðar eru undirstaða allra rannsóknarvinnu, tölvufræði út þar fyrir starfsemina og gæðavinnu hvers konar, og það segir sig sjálft að léleg gæði kóðunar hefur víðtæk áhrif til þess verra fyrir stofnunina og býr til ranga mynd af starfseminni. Gervigreind byggir á því að láta ofurtölvur kafa ofan í gögn og vinna úr þeim að leifturhraða. Gervigreind verður því aldrei betri en gögnin sem hana fæða. Það því eðlilegt að spyrja: með 30 ára gamalt sjúkraskrárkerfi, munu íslenski læknar nokkuð tíman fá að njóta gervigreindar, sjálfvirkni og þeim kostum sem fjórða innbyltingin lofar? En hvernig má það vera líka að árið 2021 að við getum setið í sófa og beðið Alex að panta flugmiða, en þurfum svo á tæknivæddri heilbrigðisstofnunum að sætta okkur við sjúkraskrárkerfi sem eru langt á eftir tækniþróuninni? Það virkilega svo að sé ekki til nægilegt fjármagn til að gera góð sjúkraskrárkerfi, eða mögulegt að sé eitthvað annað sem að veldur? Getur verið að læknar séu búin að sætta sig við ríkislausnir eins og fangarnir í Stanford-rannsókninni, svona sem að sætta sig við að svona þetta bara og þeir ekki betra skilið? Það ekki til eitt rétt svar við þessum spurningum, en hins vegar til von, og það til sjúkraskrárkerfi sem hafa skorað hátt í ánægjukönnunum og þar sem notendur upplifa að þau raunverulega auðveldi þeim störfin og spari tíma. Samnefnarinn með þeim flestum að þau eru þróuð innan hús eða í náinni samvinnu við klínikara eða notendur. Og þar kemur stóra lykilorðið, hönnun. Kannski það einmitt hönnunarferlið sem gallað í núverandi kerfum.
Forritari sem situr á skrifstofu út í bæ og hefur aldrei hitt sjúklinga beðinn að þróa eitthvað forrit án þess að þekkja nákvæmlega eðli starfseminnar. Að þessu tilefni langar mér að sýna ykkur myndband. Heinz, it's automatic. Þarna erum við að horfa á frábæra hugmynd, en hönnunin og útfærslan aspinu léleg og gerir því lausnina eiginlega ónotæga. Tækni ekki sama á tækni. Jafnvel metnaðarfyllsti forritari getur ekki bestað og straumlinulega lausn þegar hann hvorki veit hvað hugmyndunum ætlað að gera nákvæmlega eða hefur ekki tengingu við notendur. Þannig verður til lausn sem langt frá því að mæta raunveruleikanum og læknir situr uppi með 4 músaklik á vaktinni. Heilsugátt hefur eins og áður segir endurtekið vakið mikla ánægju með að lækna sem hann að nota og almennt talin auðveldast störf lækna. Lykilatriði hér náin samvinna lækna og forritara. Skilaboðakerfi, tímalína, vinnuhólf, allt þetta varð til við samvinnu lækna og forritara. Hvert einasta smáatrið eins og staðsetning takka eða útlit valmyndar var úthugsað og þannig var fækkað músaklikum og óþarfa skrefum. Forritarinn var nú ekki bara með í þróunni, heldur einnig hluta verkefninu og hafði ánægju af því að gera góða lausn betri, því endurgjöfin var ríkuleg og ekki gegnum þriðja aðila. Gaman að segja frá sannri sögu sem að rifjast upp með þessu að ég var eins og staddur á bráðamóttökuna sem að sérfræðilæknir var beðinn að veita ráðgjöf og þurfti að komast að hvort að sjúklingur hefði einhvern tímann farið í heilalínurit. Og þannig stóðum við þannig saman við söguklukkan og ég fylgdist með kollega mínum flett í gegnum lotur og blöð seinustu ára og leita að einu heilalínuriti eða EEG. Og eftir 5 mínútna leit þá fannst ritið og þá sýndi honum hvernig ég gat fundið sama rit á 10 sekúndum með því að slá inn í leitarit í tímalínu. Þetta svona áhugaverð saga bara það hvernig mismunandi kerfi geta stytt okkur stundir í vinnunni og þarna ég hugsa sem margar svona 5 mínútur yfir daginn sem að gerast á hverri stofnun og væri hægt að spara og einfalda. Í áðurnefndri HR-könnun var einnig spurt atriði tengt sjúkraskráningu og það kom í ljós að 15% sögunótanda voru ánægð með kerfið en 85% heilsugáttanótanda. Þetta þrátt fyrir margfalt lægri rekstrakostnað á heilsugátt og fámenni þróuhóps og tel ég endurspegla fyrst og fremst þetta áðurnefnda hönnunarferli. Það aðkoma lækna í þróun sjúkraskrárkerfis og þróunarteymi sem vinnur í sama húsi og starfsemin. Frábær árangur eins og þessi gefur okkur von að með aukinni þáttöku og ekki síst áhuga lækna á þróun sjúkraskrárkerfis sé hægt að snúa vörn í sókn. Þá erum komin að loka hluta þessa erindis. Ég hef alveg frá því mann eftir mér haft mikið áhuga á tölvutækni og forritun og stundum sagt í ganni ég geti bjarga fleiri mannslífum með tækni heldur en að standa á gólfinu, eins og ég sagði áðan. En það því verið ljúft að geta saman þessi áhugasvið mín og nýta þekkinguna til að gera störf lækna auðveldari með betri sjúkraskrártólum og þannig var til hugmyndin að Leviosa hér árið. En það lausn sem ég núna að þróa ásamt fleiri í teymi til þess að bæta og nútímavæða skráningu og við ætlum að einfalda störf lækna og hjúkrunarfræðinga með bættu skráningaviðmóti. Lausnin tengist svo öðru sjúkraskrárkerfi eins og sögu eða heilsugátt sem plug-in-lausn og bæti því á það nútímalegum skráningaglugga og virkni sem að eflir grunnkerfið án þess að stofnunin þurfa að borga fyrir nýtt heildstætt kerfi. Og við teljum okkur að geta stytt skráningatímum allavega 50% með sjálfvirkni og gervigreind geta eitt óþarfa músaklikkum á handavinnu og með raddgreiningu þetta þrefalda hraða á gerð nótu og með raddskipunum mögulegt að segja við forritið eitthvað eins og Leviosa, gerðu lyfseðil parkódín eina tabla 3 á dag eða Leviosa,
gerðu beiðni ómskoðunar lifurgalla og brís. Ákvörðun læknis verður útfærð á örskamri stundu, þetta ákveður svona púff-moment. Við höfum reiknað út að með Leviosa sé hægt að spara 2 milljarða íslenska króna árlega í rekstri Landspítala og samtímis aukið ánægju starfsfólks þar sem að læknar fá aftur tíma til að vera með sjúklingum og geta spjalla jafnvel við samstarfsfólkið á kaffistofunni án þess að líða eins og þeir eiga að vera að hlaupa næsta verkefni. Leviosa styður sjálfsafgreiðslu sjúklinga með því að leyfa þeim að skrá í eigin nótur og með spjaldtölu getur til með sjúklingur með tognaðan ökkla á bráðamóttökunni, svara spurningalista, röntgenbeinin verður til sjálfvirkt eða vegna grunur brot og jafnvel áður hann hitti lækni. Með því að sjálfvirkni með það flóki ferli telur við geta stytt dvöl sjúklings með ökklatognun úr 4,5 klukkustund í 35 mínútur og opna alls konar áður óþekkta möguleika til að draga úr álagi og auka og bæta þjónustu. Þannig að við erum afar spenntir að fá að kynna Leviosa á næstu mánuðum en innleiðing er núna hafin á Landspítala. En skilabúðin sem ég vil skilja eftir hér til ykkar að taka þátt í þróun sjúkraskrárkerfa. Verið virk, spyrjið spurninga og látið ekki bjóða ykkur ríkislausnin sem að rétt svo skrölti gegnum daginn. Sætti ykkur ekki við það næst besta í tólinu sem þið notið allra mest í starfi ykkar. Sjúkraskrárkerfi eru hluti okkar starfsumhverfis og við eigum að berjast fyrir bættu starfsumhverfi. Læknar og sjúklingar okkar eiga skilið bestu tæknina og til þess að það gerist þá þurfum við að vera þátttakendur. Þá hef ég sagt allt sem ég ætlaði að segja. Og þakka bara fyrir.